Í fjórða dagskrárlið sem tillaga samkomusvæði fyrir ungt fólk í Grafarholti og Úlfarsárdal og þá tekur Sindri Már Fannarsson til máls. Virðulegur forseti, Reykjavíkurráðsmeðlimir, borgarfulltrúar og aðrir fundargestir. Grein hjá Skýrslutæknifélagi Íslands eftir Björgvin Sigurbjörnsson og Reyni Hólm Gunnarsson, grunnskólakennara, hljómar svo. Þróun tölvunotkunar á Íslandi hefur verið mjög hröð og hefur þessi öra þróun tölvunotkunar og útbreiðsla tölvunar á Íslandi valdið byltingu í lífi ungmenna. Rannsóknir hafa sýnt að unglingar sem misnota netið glíma við ýmis geðræn vandamál svo sem kvíða, þunglyndi eða önnur merki andlega vanlíðan. Þegar ofnotkun á sér stað getur viðkomandi einstaklingur einangrast og þá dregið úr samskiptahæfni og félagsfærni. Hina ýmsu líkamlegu kvilla má draga til tölvunotkunar, svo sem verki í öxlum og handleggjum sem á bak- og hálsverki og hafa rannsóknir sýnt samhliða því sem tölvunotkun unglinga eykst hafa kvartanir unglinga vegna bak- og höfuðverkja aukist. Sýnt hefur verið fram á að rekja megi ofþyngd til aukinnar tölvunotkunar meðal barna og unglinga þar sem dregið hefur úr ýmiss konar afþreyingu sem felur í sér hreyfingu og að tölvunotkun svo og ónægur eða óreglulegur svefn getur haft neikvæð áhrif á námsárangur sem á dregið úr heimanámi. Grein þessi fær mann til að hugsa. Hvert stefnum við með ungmenni þjóðarinnar? Viljum við að framtíð þeirra byggist á innilokun og einangrun? Ég vona að ég talið fyrir hönd okkar allra þegar ég segi nei, það viljum við alls ekki. Vandamálið hér ekki börnin. Það ekki það að ungmenni vilji ekki fara út, heldur að það einfaldlega ekkert að gerast úti. Það allavega klárlega það sem Grafarhyltingar og Úlfarsárdalsbúar upplifa. En við kunnum einfalt svarið því. Ungmennasvæði. Ungmennasvæði ekki skuggalegi staðir þar sem ungmenni koma saman og neyta ólegra efna, heldur staðir þar sem unglingar koma saman og spjalla, hafa gaman og eiga heilbrigð samskipti. Á þessum svæðum gæti verið rampur fyrir hjólabretti sem stuðlar að hreyfingu ungmenna, grill fyrir lautarferðir, körfuboltasvæði, bekkir og listaökur þar sem ungir listamenn geta fengið að njóta sín. Við fundum tilvalda staðsetningu sem skapa heild og skemmtilega stemmingu, en staðsetningin sem verið að ræða við Úlfarsá á milli Grafarholtsins og Úlfarsárdals. Svæðið var í sjónmáli frá íbúðhúsum, svo það ekki lokað svæði fyrir unglingadrykki og annan ósóma. Að lokum finnst mér vert að benda á að ekki svæðið eingöngu fyrir unglinga, þó þeir séu hafðir í huga við gerð svæðisins. Þá hefur Sindri Már Fannarsson lokið máli sínu. Við förum